Nei, svo sem ekki. Þorsteinn hefur verið duglegur að rúlla á liðinu. Það eru 3 breytingar fyrir leikinn í kvöld hjá íslenska liðinu og kannski að mörgu leyti eðlilegar breytingar. Það er gaman að sjá þessa leikmenn koma inn í kvöld og... Eins og þú kemur inn á, Margrét Lára, þá eru þetta 3 breytingar sem að Þorsteinn gerir. Guðný Árnadóttir kemur inn fyrir Natasja Anasi, Agla María kemur inn fyrir Söndru Maríu Jessen og Dagný Brynjarsdóttir kemur inn á miðjuna fyrir Hildi Antonsdóttur. Og sjáum hérna í liðinu rætt í stofunni fyrir leik meðal annars María Antoinette Katoto, leikmann Paris Saint-Germain. Og ekki síður leikmenn á bekknum. Baltimore lyftir boltana þá skemmtilega hérna á Selmu Bacha en þá kemur Glódís og svo bara upp. Og svolítið einkenni frakkanna þær vilja tvöfalda út á kantunum og eru mjög góðar í því. Sjáum að Baltimore. Selma Bacha kemur síðan með sendinguna fyrir en þessu verður ekki framhjá Dagníu Brynjarsdóttur sem að meðan kemur hún út á Karolínu skot sem að fer af varnarmanni og nei, sem fer beint út af. Þetta var furðuleg ákvörðun. Enda þetta var nú klárlega verið hornspyrna. Inn á teiknum. Pussy leggur hann út og þá Toletti með skot og frábær markvarsla hjá Cecilíu Rán og þetta hafa fyrir þessu. Já, heldur betur en virkilega vel varið hjá Cecilíu frá Toletti en þvílíkt skot hjá henni og þetta er það sem frakkarnir eru svo góður í að fara út í breytuna, koma síðan aftur inn í miðjuna og hérna. Það fer fyrir Pussy, engi sem að stígur út á mótinni, setur hann í Guðný Árnadóttur og út af. Þriðja hornspyrna Frakka í þessum leik. Sveindisur og pressan gerir þetta mjög vel. Hlín Eiríksdóttir núna í frábæri tækifæri, kemur honum á Sveindis leggur hann aftur á Hlín. Hlín með skotið en Mannín ver vel. Frakkarnir spila sig síðan bara út úr þessu. Þessi bolti út af og Ísland á þennan bolta hættulegasta færi leiksins hingað til. Já, þetta var svolítið tækifærið að manni fannst. Þetta er góð pressa hjá Sveindis og Hlín og þær spila þarna mjög svo. Dogala síðan á Katoto með skot en Cecilia ver. Já, Cecilia var fljót niður þarna en Katoto, það var ansi gott færi sem hún fekk og bara frábært spil hjá frökkunum. Þær eru svo hreyfanlegar og svo skemmtilegar. Hvernig er... Milli Karolínu Leu og Sveindisar. En mér finnst þetta góð pressa í íslenska liðinu. Við erum að pressa frakkana mjög svo vel á... Og brýtur síðan af sér og fær gult spjald á launum. Ég held að það tellist ágætis hálfleikur hjá íslenska liðinu. Karolína tekur skæri og kemur svo þarna sendinguna fyrir. Það árangursríkast þegar Selma Bacha að koma sendingunni fyrir og Dagný Brynjarsdóttir er þarna. Sendi ekki fyrir og Katoto á ferðinni þarna en Cecilia á undan. Agla María tekur bara skotið og þetta er ekki galið. Ísland hefur nú ekki nema rétt rúmar 12 mínútur, rétt tæpar 12 mínútur segi ég til þess að það er Mannín að sendinguna fram á við Dagný í baráttunni og hér er búið að dæma brot á Toletti. Dagný var þetta bara aðeins á undan í boltan síndist slóðum. Hér tekur hún skotið og frábært skot og fyrir fyrsta boltan er Glódís Perla og þetta er ekki rangstaða. Þetta er ekki rangstaða. Glódís Perla setur boltan í hliðarnetið. Manjan gerir vel í að verja en boltin er beint út í teginn. Glódís Perla færi einfaldlega ekki betra færi og þeir eru með. Já, ég held við fáum ekki betri færi en þetta Gunnar. Frábær aukaspyrna og Karolínu dettur beint fyrir framan markvörð Frakka sem ræður ekki við skotið og Karolína, frábær bolti inn í teig og Manjan slæðir þennan bolta yfir. Frábær spyrna á Karolínu Leu. Já, kann að nota vindinn, eitthvað sem að frakkarnir hafa kannski ekki náð að nýta sér í þessum fyrri hálfleik. Akkurat. Kemur fyrir og hér best boltinn á fjársvæðið en Alessandra nær ekki að taka boltan. Síðan búið að dæma brot á Jean-François. Nú bara inn á teig og það er Hlín í baráttunni. Núna þarf hann að koma honum aftur fyrir en þetta er hornspyrna. Ísland svona aðeins að ógna meira og meira. Sendingin í teig en Manjan gerir vel þarna. Það er síðan smá högg á síðuna. Og frábærlega gert hjá Baltimore. Pussy leggur hann fyrir sig. Cecilia ver beint á Ceciliu þarna. Já, hérna hér.
Já, Það Búsi. hefði verið svak. María getur komið á ferðinni. Agla María leggur hann á Sveindísi Jane. Sveindísi Jane fyrir bara strax í skot, en frábær markvarsla á Pírot Manin. Aftur hún að verja vel skotin frá íslensku liðinu. Og þar með líkur fyrri hálfleiknum. Dró til tíðinda svona eftir 20 mínútur eða það sé snar. Maestri kemur boltanum fyrir og þessi dettur á þverslanu og niður. Cecilia grípur hann inn í teignum og reynir síðan að færa niður á fjær og hér hjólhesta spyrna sem að fer fram hjá markinu. Fínast tilraun hjá Búsi þarna. Já, skemmtileg tilraun hjá Búsi en Frakkarnir eru töluvert meira með bolta núna og Jean-François með skot fram hjá markinu. Frakkarnir liggja á íslenska liðinu akkurat núna. Baltimore lætur hann ganga áfram að Ndongala með skot og þetta er hornspyrna. Nei, þetta er markspyrna öllu heldur. Já, hann sjáðu hvað þeir eru að komast opbúrslan. Ndongala. Þetta eru svolítið kannski í uppspilinu að reyna að velja okkur svolítið helming að fara annarkvort hægra megin eða vinstra megin og þá sjá. Með Ingibjörgu Sigurðardóttur til varnar og Ingibjörg ýtir honum út af og þetta er önnur hornspyrna. Já, góður varnarleikur hjá Ingibjörgur þarna svona er í skroknum á Katoto þannig að hún Hlaupinu Malard hleypir bara þarna út fyrir og gerir þetta mjög vel. Þetta kemur hér, Dacia kemur síðan með fastan bolta fyrir en sparkaði þessu aftur fyrir, Glódís gerir það. Já, við sjáum það að Frakkarnir eru herðartökin, þær eru að innanlega og þessi bolti fer bara í gegnum alla þvöguna og rétt aftur fyrir þessi strauk fjarstöngina sveimið þá. Baráttunni Sandra María leggur hann fyrir sig, Sandra María fellur við, Karolína Lea með skot. Það finnir svo að yfir markið. Já, feikilega flott sókn hjá íslenska liðinu þarna og samspil þeirra. Þetta er í skotið og Cecilia ver það. Gerir þetta vel. Í þeirra stað. Já, feikilega gaman að sjá Fantasy. Malard sett ekki fyrir og frábærlega varið á Ceciliu en þetta enda með marki. Sandi Baltimore. Skiptingin nýbúin að þessi stað. Innkast, innföld snertingin fyrir og vel klárað hjá Baltimore í annarri tilraun. Já, aftur einhvern veginn erum við pínu sofandi þegar að franska liðið á fast leikadri en hvort okkar leikmenn voru einhvern veginn komnir í stöður var erfitt að greina hérna svona í fljótu bragði en Frakkarnir refsa heldur betur. Leita allavega þannig út á þessum myndum. Já, var þetta ekki Malard þarna? Jó, sendingin kemur frá Katoto, sýnist mér. En þetta er Berg. Þau refsa og þau refsa oft. Já, þetta er ekki náttúrulega í fyrsta sinn í þessum leik sem að franska liðið hefur náð að gera okkur grikk eftir fast leikadri. Innkast, engin rangstað. Katsái fær hérna mikinn tíma. 10. hornspyrnan síðan. 3 hornirna með stuttu millibili. Þessi bolti leitar aftur inn í teig. Berglind hins vegar með skot yfir markið. Ndongala. Og hér sendingin inn fyrir og ein gegn Ceciliu Rán. Engin rangstaða og Frakkar gera hér út leikinn. Þeirra minna en 6 mínútur eftir. Grace Gioro nýkominn inn á og skorar hér annað mark Frakka. Já, var þetta ekki Matteo sem að lét boltan fara hann í gegnum klófa á sér og Gerir það snildarlega. algjörlega frábærlega gert og þetta er það sem Frakkarnir búi yfir svo opaslegur svona tækni og góðum leikskilning og hérna er bara Glódís situr bara eftir og hérna
þær klára þetta feik. Það er leiðmannum inn fyrir á Söndru Maríu og hér er aukaspyrna dæmt á stór hættulegum stað og Endon Gala að því að virðist á leiðinni í svörtu bókina. Það er Glóti sem að gera það. Spolti vel fram á markinu. Síðan þá er þetta 10. leikurinn í röð þar sem að Ísland og hér flautar Emanuel Rústa til loka þessa leiks. Ísland